þessum þætti ætla ég að fá í heimsókn Davíð Snær Jónsson, en hann kemur frá fyrirtæki sem heitir nordicampersiceland.com, en þeir eru að leigja húsbíla og hann ætlar að sýna mér vef sem heitir með slóðina tjalda.is. En ástæðan fyrir að ég fæ hann í heimsókn er svo að hann þekkir vel í leigubransanum á þessum húsbílum og það sem þarf náttúrulega þegar maður á húsbíl og að leigja svona húsbíla, þá nú gott að vita hvar öll tjaldstæðin eru. Þannig að hann ætlar að koma hérna og sýna mér svona þennan vef sem heldur utan öll þessi tjaldstæði með öllum þeim búnaði sem eru þar. Og mér langar líka að deila með ykkur að ég fór sjálfur fyrir nokkrum vikum síðan á húsbíl í svona ljósmyndaferð og það alveg magnað að leigja sér svona græju til þess að halda utan öll tækin hjá manni, af því að ég með talsvert búnaði, og fara svona ferðir til þess að taka myndir og geta bara lagt sig hvar sem eða nánast hvar sem að það alveg magnað. Og talan ekki þegar maður að fljúga dróna, að þegar maður að fljúga dróna og inn í bíl, þá skermir bílinn svolítið sendingarnar, en þegar maður húsbíl, þegar maður situr aftur í við borðið, þá þetta mjög þægilegt að drægnin verður svo mikil á drónum þar sem að skermingin nánast engin. Þannig að þetta svona eitthvað sem mér langaði að deila með ykkur. Nú síðan ætla ég strax eftir auglýsingar að vera með kennslu á klippiforrit og þá ætla ég að tala hérna Filmora sem hægt að nálgast á netinu, og forrit sem ég mæli sérstaklega með fyrir byrjendur, það Premiere Elements, mjög flott fjölskylduforrit bara til þess að fyrir þá sem vilja bara byrja að klippa strax, þurfa ekki að fara í einhvern skóla til þess að læra þetta. Þannig að ég ætla að sýna aðeins inn á þessi forrit og gera það bara strax eftir auglýsingar. En áður en að Davíð kemur hérna til mín, þá ætla ég að sýna fréttaskot vikunar frá Facebook. Hann ætlar að útskýra fyrir mér hann Davíð Snær Jónsson hjá nordicampersiceland.com. Þú ætlar að segja mér frá vefnum tjalda.is. Já, einmitt. Við ætlum að fara yfir þetta, þennan vef, og sýna svolítið svona hvaða möguleikar eru fyrir Íslendinga sem að ferðast landið á húsbílum eða með tjaldvagnin eða hvað hvert þeir geta farið og svo framvegis. Þetta veistu hver gerir hennar vef? Það maður í ferðaþjónustuiðnaðinum sem að hefur ferðast land allt og heimsótt flest alla þessa staði. Ekki alveg hvað hann heitir, en þetta bara opinn vefur fyrir alla og ég sé að það reyndar hægt að skrá ýmsar upplýsingar fyrir þá sem vilja bæta við, en þeir sem vilja vera í húsbílum, þeir geta nýtt sér hann vef og skoðað hvert þetta að fara og ætlar að sýna mér hvernig það virkar. Einmitt, þá þetta að fara til dæmis bara í tjaldstæðið og segjum bara nú ætlum við fjölskyldan að fara á Austurlandið og tjalda einhvers staðar. Þá smellum við bara í rauninni og þá koma upp þau tjaldstæði sem við getum heimsótt á Austurlandinu, og ef við ætlum bara að fara á Eskifjörðinn eða á Egilsstaði, þá getum við smellt og þá fáum við upp allar þær upplýsingar sem við þurfum til þess að undirbúa ferðalagið. Þarna getum við haft samband við það sem sér staðinn, bóka gistinguna, svo þetta að fara og sjá nákvæma staðsetningu, þannig að fólk villist ekki á leiðinni. Já. Svo ef það halda áfram í til dæmis nánar, þá fáum við bara allar upplýsingar tjaldstæðið og hvað aðstæð í boði fyrir fólk. Og opnunartíminn til dæmis sést þannig að fólk kom ekki of snemma eða seint. Síðan að það haldið áfram í þjónustu, þá sjáum við hvaða aðstæð fyrir fólk. Þannig að segjum að ég núna á húsbílum mínum að fara að heimsækja staðinn, þá allavega til dæmis rafmagnssamband fyrir bíli, þannig að ég get fullvissum það að verði þetta að horfa á sjónvarpið og svona. Já, þannig að þarna hefur bara svona helstu upplýsingar tjaldstæði sjálf sem slíkt eða ekki? Jú, akkurat, og það sturtað og gönguleiðir og annað. Þannig að það eru vantanlega tjaldstæði. Mér langar að kíkja allir á Laugavatn. Já. Og þú sýndir mér áður við fórum að staði í þetta, þá sýndir mér það að fara á svona yfirlitskort eða ekki á þessum vef? Jú, einmitt, þá bara smellt efst á síðuna. Já, þetta svolítið sniðugt. Já. Og þá fáir henni upp öll tjaldstæði sem skráð inn á þennan vef allavega, örugglega flest öll tjaldstæði landsins. Og þá við förum bara á Vestfirðina. Já, kíkjum, þú ætlar að sýna með Laugavatn. Sýna Laugavatnið. Það verður miklu uppáhald hjá mér. Já. Þá förum við bara og það þetta að zooma inn með örvataknum.
þá sjáum við bara hérna Laugavatn og þá klikkum við bara á rauðan hérna, rauða bendilinn. Já. Og þá fáum við nákvæma staðsetningu og síðan haldið áfram hérna og klikka á nafnið og förum við beint inn á síðuna. Og þar sjáum við sama og sáum áðan, allt sem má finna tjaldstæðið, þjónustan nágrunnin og svo framvegis. Og hérna til dæmis, hérna sjáum við hvað þeir bjóða upp á mikla þjónustu í kringu sitt tjaldstæði, leikvöll og veiði og annað. Þannig að þetta mjög sniðugt. Já. En ef við svona aðeins forvitnast þessa húsbíla, hvað, þetta ekki bara mestmegnis útlendingar sem að taka svona húsbíla í dag? Jú, því miður eiginlega. það væri mjög gaman að sjá fleiri Íslendingar sko nýta þennan möguleika sem að stenst til boða fyrir Íslendingarnir. Og hvað hérna, til dæmis, nú ég náttúrulega með mikla ljósmyndadallu, mælirðu með fyrir ljósmyndara að fara á húsbílum og taka myndir? Já, ég er mér gaman að koma inn á það. Við höfum með þjónusta marga ljósmyndara sem að fara í svona bara hringi kringu landið og þá erum við frábæra aðstöð inn í bílinu bara til þess að vinna myndirnar eftir á og svo framvegis. Já, þannig að þú getur bara breytt húsbílum í hálfgerða skrifstofu? Já, algjörlega. Þetta er borð og fleira. Og þá geta menn líka bara sofið, skilur kannski við eitthvað fuglabjörg og klukkan 6 morgun þá kemur þrösturinn og þá geta ná þessu skoti í staðinn fyrir að vakna stemma og þurfa að keyra langa vegalengdir. Þannig að það nýtist mjög vel til í það. Já, þetta að nýta þessa bíli eitthvað meira heldur en að skoða fugla og taka myndir? Já, þetta alltaf frábært fyrir fjölskyldufólk, fara með börnin og keyra hringinn, sýna landið okkar. Já. Við þurfum að gera meira því við Íslendingar held ég. Já, þeir sem að taka bíla, hvaða bíla mælirðu með? Hvernig bíla eru þið með á leigunni? Sko við erum með allt frá svona þessum litlu svefnbílum og í stærri bíla sko. Þannig að við erum með lítinn, miðlungs og stóran. Já. Og við förum bara til dæmis í hérna. Það ekki eitthvað svona ríkisstærða bílum, þannig að það að velja bara nokkara. Já, bara hvað henta hverjum og einum og hvað fitta þeirra inn í budgeti. Já, ef ég ætla að fara svona ljósmyndaferð, hvað stærri mælirðu með? Sko, ég myndi fara hérna í LMC Libertyn. Hann með stóra aðstöðu, svona borð og annað, þannig að gott rými fyrir fólk til að setja og svoleiðis. Og kraftmikill bíll líka. Þetta er þessi bíli fyrir 6 manns og með sturtu og alla aðstöðu, þannig að menn þurfa ekki að hlaupa í burtu til þess að fara að hægja á sér hana. Þannig að það er allt í staðar í þessum bíl. Já, svo þetta, fá sér húsbíl og svo þetta að fara inn á tjalda.is og sjá öll tjaldstæðin og hvað þar í boði. Ég ætla að sýna hérna næst, þakka að kærlega fyrir komuna. Takk hérlega. Ég ætla að sýna hérna næst kennslumyndbandu það hvernig við getum varast svona vafasama vefi í netverslun með því að nota vefinn skamadvisor.com en þar getum við einmitt séð hvort að vefir séu í lagi sem við ætlum að versla við eða hvort þeir séu ekki í lagi. Þegar við erum að versla á netinu þá getur oft verið í smá vandræði með það að vefurinn sem við erum að versla við, hann í lagi? Þekktir vefir eins og eBay, Amazon, AliExpress eða Alibaba, þetta allt þekktir vefir sem við getum alltaf treyst og eru með mjög öfluga verslun. En síðan erum við ofta að fá einhver gylliboð á netinu þar sem að vefurinn sem við erum að heimsækja höfum aldrei síðan kannski áður og þá veit maður kannski ekki alveg hvort að vefurinn sé í lagi eða ekki. Hérna er ég sem sagt með heimasíðu þar sem heitir skamadvisor.com og á þessum vefu þá getum við testað hvort að vefurinn sé í lagi eða ekki. Og ef við skoðum nú reyndar hérna til dæmis vef eins og amazon.com, sjáum hvernig hann bregst við. Fer hérna, skrifa hér í leitavélina amazon.com, fer í hérna check it now, smellu það, getur tekið nokkra sekúndur að finna út úr þessu. Og hér kemur niðurstaðan að ef við skoðum þetta, að þá erum við að skoða þessa línu hérna, að þessi síða, amazon.com, hún er 100% í lagi. Og það er svo sem ekkert að koma neitt óvart. Síðan eru mjög miklar upplýsingar vefinn og svona áreiðanleika kannanir og annað slíkt sem hægt er að finna út úr hér og hvernig reytið og annað slíkt. Síðan fann ég hérna á netinu vef sem er ekki í lagi og hann lítur mjög vel út. Hann hérna lúkkar vel og er mjög traustvekjandi að sjá og hérna erum við að sjá alls konar tæki og tól og hérna erum við að sjá svona buggybíla á hlægilegu verði. Það er að segja að við erum að fá hérna bíla á $130 cirka bát og mjög freistandi að kaupa svona tæki í gegnum þessa síðu og alls konar loforðum að senda frítt heim og allt það. Síðan ef við skoðum vefinn í þessum Skam Advisor þá skrifum við vef heitið hérna
og förum í Check It Now, sjáum hvernig vefurinn bregst við hér. Low trust rating, this site may not be safe to use, sem þýðir bara að vefurinn ekki góður og hérna sjáum við high risk 0%. Hérna hann að fá algjöra falleinkunn. Þannig að þessi leitavél að virka heldur betur og síðan svona til gamans að þá getum við skoðað íslenska netverslun eins og til dæmis heimkaup.is að skrifa það hér, heimkaup og fara í Check It Now, sjá hvað gerist hér og þeir að fá 100%. Það gaman að skoða hinn og þessa vefi sem eru með netverslun og stundum ekkert allir þessi vefir að fá 100% þó þeir séu öruggir. En það gott að sjá að heimkaup að fá 100%. Ég hvet alla að skoða þessa síðu, skamadvisor.com og sérstaklega ef þú ert að finna einhver tilboð á netinu sem eru, alveg frábæru verði, nánast líginni líkast, að stundum þetta góð tilboð á og góðir vefir á bakvið það, en bara til að vera viss, prófiði að fara að setja slóðan á vefnum inn í þessa vél þarna og athuga hvort hún sé í lagi. Mikið að gillibóðum á netinu og virðist vera mjög auðvelt að plata fólk af því að síðurnar virðast vera rosalega flottar og flottar vörur en stundum bara verið að stela frá okkur peningum. En ég ætla að hleypa að auglýsingum og strax eftir auglýsingar ætla ég að vera með sýnikennslu á Premiere Elements og Filmora klippiforritin.